Skafrenninns og sundfæði til Skafrenninnsskóla fljótlega að minnka lofteyða kemur nefnskammar rættilegar og jafnvel að grípa til skóttur sem skapar ekki sjóstæðilega sigurvegar höfn. Náttúrufegurðin í vetrarríkjum og áskildu verður nærmast með orðum víst og freista margra, einnig þeirra sem þekki ekki miskunnarleysi í Já, hér fer senn að enda, löng og ströng ferð félaga í björgunarsveitinni dagrenningu og fólksveitinni á vetri að hjálpa hópi manna sem sannist að samverna veðurs og náttúrufegurðis og styrjóma með eldsneyti. Já, það tónlíkrafi ánum við Hita. Hvað er það margir bílar? Við erum að skilja eftir megnaða bíl. 7 bíla. Þeir verður bara setna. Var það við Kaldakóru? Varnarliðsfólki náðu 40 manns lagðast að honum eftir Hveravall á Laugardagsmorgun á 13 bílum og átti að giska í sjávarþeðarleiksins. 6-leytið þegar myrkur var að skella að slá illviðri sem stóð steytur í skjálfinu. Upp á miðnætti voru allar björgunarsveitir í árs sem kallaði út fólkinu til aðstoðar. Varnarliðsmenn biðu átekta og veru fyrir berast á þeim bílum sem þeir gafði haldið heitum, en Íslendingum sem slegist höfðu í för með þeim fóru að brjóta til Hveravalla og koma Íslendingum og meðrum þeirra í hús. En yngsta barnið í hópnum aðeins hálfsama árs. Þeir bjóðstóðu þó við að enda einn fyrir þessu. Installing an antenna for reception is child's play. Það var skafreiningur og fljótamenn og Satellite applications are touching more and more people all the time. You can send a message direct. Kvöldar í afrétti hefur hópur jeppamanna haldið til helgina. Það hefur ekkert amað að en aðeins beðið þess að veðrinu stóðfjörður og glíman við krakan í ánum fólk sem tók á bílunum. Hér sjáum við hvernig annað framljós bíls Jóns Benediktssonar á velli hefur brotnað við það að bíllinn braut sér leið Skarðsand. Perfect. Yeah, one of the members called into the weather station after he and they said, oh yeah, it's great, come on back. And he said, where we're at now. Fólkið hugðist halda yfir kjöl á leiðist til Hveravalla á 13 bílum en 10 þeirra voru skildir. Ólafur Hauksson, einn leiðangusmanna, tók þessar myndir af bílum. Varnarliðsmennirnir voru margir á vannbúnum jeppum sem ekki voru til átaka þegar hlutur konungurinn á sig á hálendinu. Þetta fyrir ekki á erfiðlega. Nokkrir Íslendingar voru með í ferðinni á öflugum jeppum og voru þar einu faratækinu rauðvörðu og sterkbúin til þess að taka slíkt afstæði. Ég veit ekki hvað verður þessar bíla blessaða. Aðfaranótt sunnudagsins voru björgunarsveitir svo kallaðar út til þess að koma fólkinu til aðstoðar við Grímslæk sem var fast. Tvær mæður með kornabálsín voru fluttar í annan jeppi Íslendingana og ekki til Hveravalla. Hér mætti þátttakandinn í förinni 18 mánaða barn sem lét sig finnast. Björgunaraðgerðir gengu að óskum þáttur erfiða færð og erfitt veður á köflum þegar vatn sá úr to run the heaters in the car to keep us warm until the rescue team can arrive. So, but we will prepare much better next time we go. For the future, we are sure to increase our capacity because we want to take all the subsidiaries into our visa network. Ég held að við Íslendingar séum það bara að læra ansi vel að hvernig við getum ferðast með kjöldin og leiðin séu oft álind og fljóta breytast. En þetta slessa fólk er bara því miður ekki nógu vel uppbyggt og það er bara þekkir ekki annarlega heim sem að íslensk á bílum. Hún byrjar strax að draga það yfir Kaldakórsbílstina sem var öll á ís og þurftum að byrja á því að draga fyrsta bíl niður og brjóta niður ísinn sem var svona 10-15 cm þykkur. Og við vorum í þessu Barthúsi tilkvæmsvarni í morgun, þá vorum við síðasta bíl niður. Það var veðrið slæmt. Það gekk á með hversu élínum og skæðningi alla nótt og svo lagaðist á með morgun en það var líklega 15 frost að og klukkan 9 morgun. Nú er ekki að sjá að þessu jeppum að þeir séu vel búnir með fjarskiptabúnir og fleira, hafðu þið ekki bensín? Þeir voru með bensín og mjög góða fjarskiptabúnað en þeir voru lengur en þeir ætluðu þess að það var bensín í búið. Þetta verður veður en við búum stuð. En jeppamenninu voru henni brættast og Það er mjög stórt kannski. Viðburðarík, getur við sagt. Nú er búið að koma fram í fjölmiðlunum þegar það voru bensín og það voru ekki verið bensín heim eins og varnir. Og sjálfsög. Ég alveg rétti að vera bensínlaus. Það stemdi í þar að það var kannski tæft á bensíni. Og þá tók við á þar á
hjálparsveit og vita hvort að þeir væru svona lausir að leika sér stöðar. Og það reyndist vera, þeir gátu ætlaðu að koma tveimur vélstöðum til okkar með smáðsauka bensinni. Við erum á slæmum stað gagnvart fjarskiptum þegar við getum á sambandi. Það nú með þessa farsíma okkar, þeir dett út náttúrulega öðru hvoru og þeir komu inn þess á milli og augsýnilega þá náðu þau sambandi, þannig að það var og svo náttúrulega kannski eftir taka fram, það var aldrei neitt skapa hlutur, það sé aldrei neitt í hættu. Samkvæmt bókinni. Og það var Jón Benediktsson, fréttarittur okkar á Suðurlandi sem talaði frá Baldur og Ingiberg. Varnarliðið á Keflavíkurflugvelli undirbýr nú að senda öflug farartæki norður undir Hveravelli til að sækja 11 bíla sem hópur varnarliðsmanna neyddust við að skilja þær eftir í gær. Komið var með fólki til Búðarlaust fyrir miðnætti. Sjónvarpsmenn óku í gær til móts við björgunarsveitarmenn og varnarliðsfólkið. Farðin þyngdist strax og komið var upp fyrir Gullfoss. Veðrið var hér þó mun skaplegra en þegar norðar dró. Þrátt fyrir velbúið farartæki sóttist ferðin frekar seint vegna